Árlega koma yfir 100.000 ferðamenn í Garðinu og á Garðskaga. Núna ætla Garðmenn að ráðast í mikla uppbyggingu ferðaþjónustu þar sem norðurljósum verður gert hátt undir höfði. Garðurinn verður hinn íslenski norðurljósabær, eins og Magnús Stefánsson, bæjarstjóri í Garði, segir áhorfendum sjónvarps Víkurfrétta í þættinum. Magnús, segðu mér, hvaða hugmyndir hafið þið varðandi framtíðar uppbyggingu í ferðaþjónustu hérna á Garðskaga? Og það eru nú ýmsar hugmyndir sem hafa verið reifaðar og við erum sem sagt núna að fara að setja af stað verkefni með aðilum sem ætla að taka að sér að vera eins konar staðarhaldara hérna á Garðskaga og halda utan ferðaþjónustu og starfsemi hér á þessu svæði. Og við ætlum að fara að vinna því að auka hér ferðaþjónustu og mæta þar með þörfu mjög margra sem koma hér á Garðskaga á hverju ári. Nýja tölu sem ég var að heyra væru að jafnvel 100.000 manns kemur hérna á Garðskaga? Já, það er ég hef heyrt tölur yfir 100.000 ári sem að gæti alveg verið rétt, en það er bara sýnir hvað er mikil aðsókn að þessu svæði hérna. Og hvaða hugmyndir hafið þið í þessari uppbyggingu? Nú, við höfum þar hugmyndir að leggja áherslu á byggðasafnið okkar og sögu Garðsins, útgerðarsöguna og byggðasöguna, og síðan eru áformum að vera hér með norðurljósasýningar með fræðsluefni og kvikmyndum sem að ferðamenn geta þá, eða þeir sem hingað koma geta kynnt sér og hort á, og leggja þar með áherslu á hafið og norðurljósin, þannig að hér verði bær hafsins og norðurljósa. Það er með talað það, hérna sé mjög gott að horfa á norðurljósin, hér er ekkert sem skeikir á. Já, hér kemur mikill fjöldi fólks oft á kvöldið þegar það er aðstæðu til að sjá norðurljós. Hér er lítið ljósmengun og hér er engin fjöll í nágrenninu og það er mjög góð skilyrði hér oft til að sjá norðurljós og þau dansa hér himininn og við mikla gleði þeirra sem hingað koma. Hver verður svona helsta uppbyggingi sem þá er framundan hér í tengslu við byggðasafnið og þetta verkefni? Já, við erum að horfa kannski eitthvað fram í tíman með uppbyggingu. Hér eru töluvert af húsakosti til staðar og hugmyndin er að endurskipuleggja það og nýta betur. Nú, það er einnig, við höfum rætt við Vegagerðina að fá að nýta vitan hérna, stóra vita sem við köllum, til sýningahalds og annars, þannig að það verður væntanlega mikið að vera þar. Nú, við erum hér með byggðasafnshúsið sjálft og þar er meiningin að endurskipuleggja safnið og allt sem því við kemur og koma hérna upp þessum norðurljósa sýningum. Síðan eru veitingaaðstæðin hérna á efri hæðinni, þannig að það eru ýmis áform og ég vona okkur takist eða þeim sem ætla að taka þetta að sér að vinna vel úr því, þannig að hérna verði okkur til sóma og gleði fyrir þá sem að hingað koma. Þegar ferðamennur annars vegar þá þarf að kasta sér vatni, er eitthvað að gerast í þeim málum? Já, það er nú eitt af þessu sem við þurfum að taka á og bæta, eins og víðar Ísland, það sem að ferðamannastraumurinn eykst ár frá ári og það hefur helst verið kallað eftir í mitt þessu að bæta salernisaðstöðu fyrir þennan fjölda og það er eitt af því sem við ætlum að reyna að bæta úr mjög fljótlega. En þið getið tekið á móti mörgum hérna í hvert skipti á Garðskaga? Já, en að vísu eru einhver takmörk á því. Síðastliðið vetur þá voru hér yfir 20 langferðabifreiðar á sama tíma og það segir sér sjálft að það er ansið þröngt þann fjölda, þannig að ef aðsóknin verður eitthvað í þá veru þá gætu við staðið frammi fyrir því að þurfa að takmarka eitthvað fjöldan sem hingað kemur, vegna þess að við verum auðvitað að hafa þetta þannig að við getum þjónustu þá sem koma með þeim hætti sem að sómi er af og ekki síst til að vernda hér svæði, því að Garðskaginn er perla, náttúruperla og við viljum bara vernda þetta svæði og passa upp á að hér verði ekki tróðið niður og skemmdir á þessu svæði. Með þessar uppbyggingu þá er þið kannski að tryggja það að Garðurinn er líka þá bara ferðamannastaður allt árið kring. Hér er vinsælt að koma á sumrin og njóta sólarinnar og fjörunar og svo er það norðurljósin yfir vetrartíman. Jú, það er akkurat máli. Við verðum vör við það að hér er mikið af fólki sem kemur allt árið og auðvitað er stutt hingað af flugvellinum, það er stutt hingað frá Reykjavík og út allt. Þannig að hér er auðvitað straumar af fólki, ekki síst yfir sumartíman. Og hér er ævintýralegt að upplifa sólsetrið yfir hásumarið
og mikið af fólki sem kemur hér út á Garðskaga til að upplifa það og njóta þess. Og þið stefnið á að vera norðurljósa bærinn? Já, við stefnum að því og ég tel að við séum það vegna þess að miðað við þá aðsókn og þær aðstæður sem hér eru til norðurljósa skoðunar, að þá garðurinn auðvitað bara norðurljósa bærinn með ákveðnum greini.